Þá er komið að því að ræða NATO sem að hefur verið bara efst á listanum yfir það sem að fólk þarf að taka afstöðu til frá því að rússneskur her réðst inn í Úkraínu fyrir rúmu ári. Sömuleyti hefur NATO breytt eðli, bæði svona gagnvart því sem það kynnt okkur. Okkur kynnt það að það sé eiginlega eina vörnin sem við höfum til þess að halda frelsi og frið í heiminum. Þó að það hefur nú verið kallað hernaðarbandalag. Og svo hefur það líka verið eiginlega vígbúast, verið tekið þátt í Evrópa að stórauka útgjöld sín til hermála, Svíþjóð og Finnland að ganga í NATO, mikil degla. En til að ræða þetta þá ekki hingað komin NATO sinni heldur eiginlega þvert á móti, Þórarinn Hjartarson. Ég býst að þú sett bæði herstöðaranstæðingur gamall og anstæðingur veru Íslands í NATO, ekki? Svona gegnum tíðina. Jú. Já. Það ég hafa nú heila alltaf verið. Já. Og það er mannst eftir þér. Já. Já. Og ég hef meðal annars staðið öðrum fremur fyrir fríðargöngum á Akureyri í undanfarin 20 ár. Já. Síðan 2002. Þannig að það hefur nú gjarnan beinst gegn NATO og annarri vígvæðingu. Já. En það er ástæðan fyrir að mér langar að tala við þig vegna þess að það er svolítið þannig núna undanfarið ár að maður heyrir ekki mikla raddir sem að andmæla hernaðaruppbyggingu NATO á Íslandi, umræðan. Nei. Hún er svolítið eintóna umræðan. Nei, ég var að tala á fundi hjá menningar- og friðarsamtökum íslenska kvenna í gær og þess vegna kem ég nú hingað því ég er svolítið bólgin af staðrendum. Já, og kemur að norðan, allir í bæinn, til þess að halda ræðu. Og þar meðal annars var ég að pínu að bera saman tíman þegar ég fæddist 1950 og svo tíman núna. Já. Að það er margt það sama. Það eru sömu óvinirnir, það eru rússarnir, Kínverjarnir kannski, núna meira. Og þetta kalt og heitt stríð. Þeir skapa okkur hættu og við erum í hættu vegna þeirra og svona var þetta allt saman eins fyrir 50 árum, eða 73 árum, 1950. Nema að eiginlega þá voru svo rosalega mikil pólar sem börðust bara árinu áður hérna á Austurvelli og í íslenskum fjölmiðlum voru náttúrulega fylkingar. Já. En núna ekki þetta tala neina fylkingar. Nei. Ekki í íslenskum fjölmiðlum og NATO sjónarmið andstæð hinu opinbera sjónarmiði NATO heyrist lítið. Andstæðingar þess láta lítið fyrir sig fara. Já. Því að maður hefur svona tilfinningunni að við séum stödd og við erum stödd inn í einhverjum djúpum bergmálshelli þar sem að heyrist raunar bara ein tegund af málflutningi. Og sem er afstæða yfirvalda. Já, það er bara hinu opinbera lína. Og hitt þá allavega kemst ekki að þó að kunna vera svona slatti af fólki sem er ekkert endilega sammálað þessu. Já. Og fólk er spurt hvernig það geti verið á móti NATO og er það þá fylgjandi Pútín? Þú kannastu það? Já. Það er sko þetta er svolítið ég held að megi kannski bera svolítið sama við tíma eins og í byrjun fyrri heimsstyrjaldarinnar. Þegar að menn voru mjög æstir og stríðsæsingar ástand og til dæmis í Bretlandi þá var Vilhjálmur keisari algert skrímsli og Þjóðverjar voru algerar skepnur
og þeir háðu stríð sem var hrein villimennska og svo framvegis, og allir þeir sem að hérna drógu eitthvað þennan málflutning í efa, þeir voru bara talsmenn Vilhjálms. Þannig er þetta. Og fríðarhreyfingarnir sem voru til fyrir stríð, það þær gufuðu upp. Þær gufuðu reyndar upp. Það voru mjög sterkar í allri, meðal sósíalista og verkalýðssinna. Sérstaklega hinn sósíalska hreyfing. Var fríðarhreyfing þangað til að skalla á með stríðið. Að þá hættu meginþorrin að styðja frið og lagðist á stríðsæsingavagnin. Já, það er kannski auðvelt að vera fríðarsinni þangað til að stríðsæsingar áróðin tekur öll völd. Já. Og það er margt, finnst mér keimlíkt með þessu ástandi núna eins og þá. Drífa Snædal var hérna stuttu eftir innrásina í Úkraínu. Hún sagði að það að vera fríðarsinni á fríðartímum er svona svipað eins og að vera vegan á milli máltíða. Það reynir ekki á fyrir en að máltíðin kemur, hvort þú ert vegan eða ekki, sko. Já, það er auðveldara. Já. En heyrðu, NATO, finnst þér að NATO sé að breyta um eðli eða er NATO að breytast? Nei, ég held ekki að NATO sé að breyta um eðli, það er bara annar, NATO náttúrulega breyti um eðli aldamótin síðustu þegar að það hætti að vera bara fókusað á, þegar það var bara, skulum segja, bandalag Vestur-Evrópu þjóða í það að vera hnattrænt bandalag með starfsemi og takandi þátt í hernaði í Afganistan og Norður-Afríku og það er annað NATO heldur en var. Já, það er annað NATO, það er hnattrænt NATO. Já. Og sem allur hnötturinn er undir. En heldurðu að við Íslendingar, að við höfum svona tekið afstöðu til þess? Viljum við vera líka í þessu NATO eða breyttist bara NATO og við fylgdum bara með? Það var aldrei neinn umræða innanlands það hvort að þetta NATO hentaði okkur. Nei, ég man ekki eftir því að það hafi verið eitthvað rætt, sko. Nei. Þetta gerðist raunverulega svona dálítið þegjandi og hljóðalaust, þá var uppi eitthvað sem hét stríð gegn hryðjuverkum, sem var nú gríðarlega loftkennt fyrirbæri og svona erfitt að skilja, en þar var hættan einhvern veginn allstaðar, sko. Þannig að þá var það greiningin, hún var svo að óvinurinn var hinn leyndi hryðjuverkamaður. Sem er að grafa undan. Núna hefur sumuleyti fókusin færst í svipaða átt og hann var, eins og ég var að tala áðan, eins og það var þegar ég var að fæðast. Já. Og upp kemur þetta ástand sem að tengist nú mjög mikið Úkraínudeilinni. Og það er svona í henni er ákveðin opinber lína, má segja, inn í þessum bergmálshelli okkar, það er línan sem við heyrum. Og ef ég fer aðeins yfir hana, hver eru megin atriði í hinni opinberu línu, að þá er það hinni opinbera greining á Úkrænustríðinu. Í fyrsta lagi, stríðið er tilefnislaust að hálfu Rússa, unprovoked, árásarstríð sem að hófst 24. februar 2022. Í öðru lagi, stríðið er bara stríð milli Rússlands og Úkraínu. Og framlag NATO og Bandaríkjanna
fyrst og fremst að koma til hjálpar eða aðstoða bróður í neyð af því að hann biður hjálp. Og í þriðja lagi, Rússland í einhvers konar heimsvaldastríði. Rússland í heimsvaldastríði, það í landvinningarstríði og Putin í hlutverki Hitlers sem að tekur þetta og þegar það fellur þá tekur hann bara næsta. Og fjórða atriðið að Rússar heyja sem að myndi kalla terroriststríð, eða terrorstríð sem að beinist alveg sérstaklega gegn óbreyttum borgurum. Það alveg sérlega vondar aðferðir sem þeir nota eins og Þjóðverjar gerðu í byrjun þess fyrra samkvæmt Bretum. Skepnur, ekki menn, skepnur. Og svo fimmta atriðið, það að Úkraínu gengur vel í stríðinu. Það Rússum gengur alveg hörmulega og það má segja að Úkrænumönnum gangi alveg förðulega vel og þeir geta unnið þetta stríð. Eða fá bara nóg af vopnum. Og það sé eina leiðin til að enda stríðið. Já, það eina leiðin til að enda þetta stríð. Að fullnaða sigur. Og svo það í sjötta lagi, það það að alþjóðasamfélagið eiginlega sameinað á móti Rússum í þessu stríði. Og og ég tel að eiginlega allir þessir punktar séu rangir. Ekki fullkomlega rangir? Nei, ekki fullkomlega rangir, en enginn aðeins stenst raunverulega. Nei, sem setti fram, í samhengi þess sem setti fram að þá séu þau rangir. Hefur að labba í gegnum þetta? Já. Viltu hrekja þetta? Já, endilega. Það var það fyrsta að þetta væri tilhæfulaust árásarstríð. Tilefnislaust stríð. Unprovoked. Já. Og það að mínum að til þá voru ögranirnar alveg nægar. Já. Eins og Rússar halda náttúrulega fram að Bandaríkin og NATO ögranir þeirra gerðu stríðið líklegt, ekki réttlætanlegt. Nei. Og NATO hefði mátt vita að þetta gæti enda þarna. Já. Bara með því að skoða söguna. Já. En í þessu ert þú ekki haldið fram að það sé réttlætanlegt? Nei. Þetta árásarstríð og þetta óréttlætanlegt árásarstríð. En NATO og Bandaríkin hefðu mátt hegða sem öðrum hætti til að fyrirbyggja stríð. Sem náttúrulega hlutverk NATO halda frið í Evrópu, ekki? Jú, einmitt. Frið í Evrópu, það náttúrulega var stofnað til þess að berjast við Sovétríkin, en Sovétríkin lagði niður sína Varsjárbandalagið, stuttu áður en þau féllu síðan sjálf, og en NATO hélt árum síni starfsemi og hefur síðan útvíkkað sig í smá saman alveg upp að Sovétríkjunum, landamærum Rússlands ætlaði ég að segja, þvert á gefin loforð að þeir myndu ekki fara tömmu austar en Þýskaland sem að voru gefin Sovétleiðtogunum í lokin. Þannig að þetta svona stærsti þátturinn í því sem ég vildi kalla sería ögrunar aðgerða hjá vestanmegin frá Bandaríkjunum og NATO. Það bara þessi útþensla. Já, og sem þá sérstaklega á seinni tímum uppbygging herafla inn í Úkraínu eða þú lítur ekki svo á að Eystrasaltslöndin hafi gengið í NATO að það myndi á endanum leiða til stríðs heldur það bara hluti af... Já, það var nokkuð sem að mjög margir vestrænir strategistar eins og George Kennan og fleiri sögðu snemma að bara það að fara að taka þessi lönd inn í NATO myndi trúlega enda með meiri háttar konflikti Rússa. Og þannig að
þau gengur síðan í nokkrum skömmtum og skrefum inn og það sem að síðan að síðustu Úkraína sem að var sem sagt NATO lýsir yfir 2008 að Úkraína muni verða NATO-ríki og Georgía líka. Hvort það eru sem sagt lönd alveg inn við hjarta Rússlands má segja. Þetta var sem sagt fyrsti punkturinn og að stríðið hafi byrjað í febrúar 2022. Það gerði það ekki. Það byrjaði í raunverulega þetta stríð strax 2014. Sem svar við þessu til dæmis að þessar yfirlýsingum að Úkraína og Georgía muni verða meðlimir í NATO. Hvað var svar við því sér? Innrásin á Krímskaga. Já. Það byrjaði fram af því og í stríðinu í Austurhéruðunum sko. Þá byrjar eiginlega þetta stríð. Annar punktur, stríðið er bara milli Rússlands og Úkraínu og að þáttur Bandaríkjanna NATO sé bara að hjálpa einhverjum sem að biður hjálp að það heldur ekki rétt. Ég held að þetta stríð er ekkert bara átök milli tveggja landa. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst geopolítist stríð sem að kemur út úr átökum stórvelda sem sagt átök milli heimsvelda og þar sem að Bandaríkin og NATO spila alveg megin hlutverk í fyrsta lagi með bæði aðdragandanum og síðan í sjálfu stríðinu. Í aðdragandanum er náttúrulega í fyrsta lagi þetta sem ég nefndi áðan með útvíkun NATO upp að landamærum Rússlands og síðan er náttúrulega þetta valdarán sem að var gert í Kiev 2014 í Úkraínu sem að var það sem að löglegur forseti var rakinn frá völdum og í blóðugu uppþotum sem að voru meira og minna skipulögð vestan frá Bandaríkjunum sem meðal hans eru til upptökur af símtölum Viktoríu Núland við sendiherrann í Kiev hvernig eigi að skipa stjórnvöld í Kiev og síðan raunverulega uppbygging svo kom náttúrulega þetta stríð sem fór af stað í Austurhéruðunum sem að viðurkenndi ekki þessi nýju stjórnvöld og það verður mjög blóðug átök sem að eru síðan gerður friðarsamningur í Minsk 2014 og 2015 opnar hlé og átt að enda á þetta en hættur umverulega aldrei og var aldrei virtur af Úkraínu og ekki heldur af Vesturlöndunum og það kemur nú fram núna nýlega að hvorki Poroshenko forseti þá né Merkel og Hollande sem voru ábyrgðarmenn Vestursins ætluðu þessum samningi að standa heldur var hann hugsaður sem að kaupa tíma til að byggja upp úkraínskan her til að byggja upp varnir Úkraínu og hermátt þannig að umverulega það að Minsk var það er Maidan skulum segja litabyltingin og svo þetta hvernig Minsk
var ekki uppfylltur og hvernig Úkraína var síðan byggð upp með vestrænni aðstóð. Og undir bandarískri forsjó. Já, þetta allt saman, má segja, tegundir af tilefnum sem að varð Rússum, sem sagt provokasjónum sem þeir kalla. Þetta var þriði punktur. Já, annar punkturinn. En áður við förum í þriðja, varandi fyrsta, þá þetta árásastríð. Já. En ekki tilefnislaust. Ekki fullu tilefnislaust. Ef við horfum á þetta út frá sjónarhóli stórvelda átaka, þá það ekki. En þá segja sumir, en við getum ekki hort á heiminn þannig út frá okkur stórveldum, þannig bara kemur stór nágranni, ofbeldisfullur, ræðst inn í land, það árásastríð, ef við ekki að standa með þeim litla sem hinn stóri ræðst að. Jú. Ég að spyrja því, getum við hort framjá þessari stórveldatabli og tekið bara svona hjartareina sveitamanns afstöðu og þetta stöndum við Úkraínu gegn árásum rússneska bjarnaris. Já. Í þeim þætti sem að ég vil meina að Úkrænustríði sé samsett úr nokkrum stríðum. Já. Það er borgarastríð innan Úkrænu á milli rússneskumælandi og hinna. Það er sem að síðan breyttist í annars konar stríð strax með því að vestrið studdi annan aðilann og Rússar studdu hinn. Og svo það þetta stríð sem byrjaði fyrir ári síðan þegar Rússar ráðast inn og þá það fyrst og fremst milli Rússlands og Úkraínu. Og svo það bara geopolítískt meiri háttar stríð milli Bandaríkjanna og Rússlands. Það sem Úkraína eiginlega fórnarlamb. Já, sem Úkraína staðgengill og fórnarlamb. Og það byrjar, má segja, upp úr 1990 eða afleiðing af því þegar NATO fer að færa sig upp að landamæri Rússlands og byrjaði náttúrulega var á sinnhátt framhald af hinu kalda stríðinu. Þetta flókið stríð, þannig þessi sveitamannsafstæð sem ég var að bjóða upp á, að hún of bláið. Já, ég meina þetta árásastríð en það að geopolítíkin skiptir ansi miklu máli hægt að mynd gera með því að skoða, bera til dæmis sama við skotflaugarnar sem að Rússar ætlaði að setja inn á Kúbu og Bandaríkin náttúrulega það gat ekki gengið sko. Þeir stoppuðu það og það var óhugsandi að Rússar færi að koma skotflugum svona nálægt Bandaríkjunum og það má á margan hátt bera það sama við og svar Bandaríkjanna stuttu síðar þegar þeir reyndar svipað leyti þegar þeir réðust ætluðu að ráðast inn í Kúbu svínaflóa innrásinn. Hún svona sömuleyti hliðstæð að þarna náttúrulega klárlega hinn geopolítíska sem að ræður öllu. Þannig að ef Kanada eða Mexíko þið gengið eitthvað hernaðarbandalag við Kína eða Rússland, þá veit maður hvað Bandaríkin þið gert. Þannig að það vitað að Rússar hafa sömu afstöðu til Úkraínu eins og Bandaríkin hafa til sinna nágranna. En númer 2 var það fullyrðingin að við sem að koma til bjargar bróður í nauð. Já, og þetta sé bara stríð á milli þessara tveggja landa og þáttur NATO Bandaríkjanna sé bara svona hálfgerður áhorfandi sem að sendir þó vopn og eitthvað svona. Þá spyr bláið í sveitamæðurinn sem ég þykist vera. Hann spyr, getum við staðið hjá? Verðum við ekki að koma þessum bróður til hjálpar? Já, það bara
miklu fleira sem að undir heldur en bara þessi átökum milli Rússlands og Úkraínu. Ég myndi segja að mín stefna viðhorf að það verði að semja og það verði að finna málamiðlun og svo málamiðlun verður að hafa í sér í fyrsta lagi fullveldisrétt Úkraínu og fullveldiskröfur þeirra, líka kröfur og rétt Rússa fyrir öryggi gagnvart því að það séu komin þeirra höfuð óvinni séu komin þarna inn á gafl og meira segja með skotflaugar í Pólandi og Rúmeníu og að Úkraína sé semst orðin eða eigi ekki að verða eitthvað virki óvinnarins alveg upp við. Þannig að þeir hafa sína réttmætu kröfur. Svo hafa líka austurhéruðin í Úkraínu sínar réttarlegu kröfur það að fá að tala sitt mál og svo framvegis. Þetta borgarastríð þarna. Og svo á bara heimurinn allur kröfu á því að forðast kjarnorkustríð. Þannig að verði að stoppa stríðið. Það verði að stoppa öll þessi stríð. Það verði að þetta stríð. Það verði að stoppa öll þessi stríð. Það ekki nóg að vera með einfalda lausn. Heldur verður að tryggja þessi 3 stríð sem að þú nefnir að veri friður í þeim öllum. Það er þetta borgarastríð, árásarstríð Rússa inn í Úkraínu og svo þetta geopolítíska. Og og það bara glötuð afstaða að lausnin sé að vinna þetta stríð, það að stoppa það sko. Og það verður að finna lausn. Það voru kannski að svindla, en hvað var punktur nummer 3? Hann sá að Rússland sé í heimsvaldastríði, landvinningastríði og þeir stefnja að gleypa Úkraínu og síðan bara eitthvað meira. Og Pútín sé í hlutverki Hitlers. Ég veit ekki nákvæmlega hvaða markmið Pútíns í þessu stríði, en í fyrsta lagi það hafa Rússar aldrei sett fram landkröfur á Úkraínu. Þeir hafa bara sett kröfur á þeir viðurkenndi sjálfstæði þessara héraða, en þegar þau þarna rétt fyrir innrásina lýstu yfir sínu sjálfstæði. Þannig að ég veit ekki hvað Rússar hugsa. Þeir hafa ekki sett fram landkröfur á Úkraínu og mjög fljótt eftir að stríðið fór af stað þá byrjuðu samningaviðræður og fyrst undir forystu Ísraels og Bennett, þáverandi forsætisráðherra, hann hefur nýlega sagt í viðtali að þær hafi gengið vel og Rússar, þeir voru sammála það, Úkraínumenn og Rússar, að konir inn á það að Úkraína yrði utan NATO gegn því að Rússar dræju sig út. Rússar bættu líka við Rússar höfðu áður haft áður en að þeir fóru inn í innrásina þá þá voru kröfur þeirra að kröfurnar voru í fyrsta lagi að Úkraína væri utan NATO, í öðru lagi að Minsk samkomulagið yrði virt og hvað var nú svo þriðja? Að Rússar héldu Krím. Síðan þegar þeir gerðu innrásina þá bættu við 4. kröfuna og það var þess að þau kölluðu af nasistavæðing Úkraínu. En í þessum samningum voru þið líka, sagði Bennett forseti Ísraels, búin að gefa eftir þá kröfu. Þannig að þetta leit vel út og að hans mati en hann sagði að vestræn leiðtogar þeir hefðu haft svona misjafna afstöðu til þessara samningaumleitana
og smám saman var ljóst að þeir lögðust gegn þeim. Og hann sagði að þeir hefðu hindrað þær. They blocked it and I think they were wrong. Og þannig að líka þessi samningaviðræður á fyrri, og síðan bara mjög stuttu seinna reyndu Tyrkir líka að stilla til friðar, en það fór eins að það var líka fyrir pressu frá að vestan að því var hætt. Þannig að þetta í viðbóti fyrir það að Rússar hefði ekki gert kröfu að eignast Úkraínu, að þá bendi það til þess að þeir hafi ekki haft svo rosalega víttaka kröfur í huga. En geta þeirra til þess að taka Úkraínu og svo Eystrasaltslöndin og svo Rúmeni og svo Finnland og Svíþjóð? Já, blessaður góði. Ég meina, Rússland hefur nú víst 1/15, ég man ekki hvað það var 1/12 til 1/15 af herútgjöldum Bandaríkjanna. Þannig og efnahagsgeta, þeir eru með efnahagsgeta á borð við Ítalíu eða Flórída í Bandaríkjunum, og getur slíkt land lagt undir sig Evrópu. Já, og miklu minna efnahagsveldi heldur en að Þriðja ríkið var miklu í upphafi stríðaldar, sem að var stórveldi á meginlandi Evrópu. Það var stærsta í Evrópu, orðið. Já. Þannig að þú hafnar þessu Dominó kenningunni. Já. Þá var hann með 4. Við þurfum ekki að staldra við hana. Ég held að bláiði sveitamæðurinn, hann gerir enga athugasemdir við að Dominó-kenningin standist ekki, því að hún er svo skrítin og ég held að en hins vegar er það skiljanlegt náttúrulega hjá þeim sem að búa við rússnesku landamærin, eins og fólkið í Eystrasaltslöndunum, sem er náttúrulega ekki bara búið við Rússland Pútins, heldur Rússland Stalins og Rússland keisarans, sem hefur náttúrulega verið aggressív stórveldi og með útþenslu stefnu. Já, það er sko þjóðernishyggja í þessum löndum, hún er andrússnesk, sko. Hún gengur út á það að þarna er hinn stóri óvinnur, sko. Þannig að já, það er skiljanlegt. Ok, þá erum við 4. Það var það að Rússar hegi terrorstríð meir en aðrir, meir en það er nógu slemt samt ekki. Bandaríkin í Miðausturlöndum eða eitthvað slíkt. Þetta er andstyggilegt stríð. Þetta er náttúrulega andstyggilegt stríð og þetta er núna til dæmis er þetta gríðarlega blóðugt og verður bara stöðugt blóðugra. En hins vegar þá já, maður sá til dæmis bara núna nýlega í þætti í sjónvarpinu og Kveik, þar sem að þessu er lýst að Rússar séu raunverulega sérstaklega að ráðast á almenna borgara og skjóta á íbúðablokkir og það eru nauðganir og já, menn bara teknir af lífi almennir borgarar í massavís framvegis, en tölur benda til þess, ég held að nokkuð svona trúlegar tölur meðalans frá Ísrael sem að virðast að hafa þarna nokkuð góðar upplýsingar, er að mannfall sé orðið gríðarlega mikið. Það er orðið allavega 200 til 300.000 manns og sko mannréttinda skrifstofa Sameinuðu þjóðanna segir að óbreyttir borgarar hafi 8.000 og eitthvað séu fallnir. Býst við að það séu á lág tala, sko. Hún geti þess að verið 20-30.000. En það er þó ekki nema kannski 1/10 af falli hermanna. Og í nútíma stríði þá held ég að það þykji ekki, að því leyti ekki óhagstætt hlutfall. Því að oft er þetta bara einn á móti einum cirka, hermaður á móti óbreyttum borgurum og stundum miklu fleiri. Þannig þetta er vont stríð en ekkert verra heldur en Nei, þetta er ekki verið en önnur. Og með því ertu ekki að réttlæta þetta stríð. Sýrlandsstríðið, það var bariðist hverja götu og hvert hverfi og fólkið var í Sýrland bara nýlega. Þar er eftir, fólkið er flúið og eftir situr bara hraukar af byggingum, bara eins og eftir jarðskjálfta. Í Rakka, hún var bara algjör drauga
borg og það var algjör terrorstríð sko. Mestu lofti. Já, sumir af þessum bæjum sem verið að berjast í Úkraínu sama merki brennt, þetta bara það búið að eyða öllu þannig. Já. Og það verið að En þetta það sem hluti af hérna stríðsæsingar áróðunum. Það að hérna útmála andstæðingin nógu mikið eins og hérna þegar að Saddam réðist inn í Kuwait sko, þá var sagt frá því hvernig hermenn Saddams hefðu farið inn á fæðingarstofnanir og fæðingardeildir og hérna rifið nýfæddu börnin út úr súrefniskassanum og látið þau deyja á gólfinu og í stórum stíl og í Serbíu voru sko 20.000 af Bosníu-Serbum sem átti að hafa nauðgað 20.000 bosnískra kvenna í byrjun stríðsins og þetta bara eins og þetta bara hluti af stríðsáróðri, það að útmála nógu mikið hversu sóðalegur andstæðingurinn Svona stríð almennt, þannig að þetta að gera fólk ansnúið stríði yfirleitt. Já. En það ekki tilgangurinn, það að gera fólk ansnúið tilteknum andstæðingi stríði og að lausnin gegn stríðinu sé stríð og sigur. Já. Og með því að segja eingöngu vondursögurnar af andstæðingnum. Okkar menn ganga þarna fram með Kurt og Pí. Já. Þannig að þetta var nú 4. Þetta var fjórði punktur, já. Það kemur 50. Svo 50 Úkraínu gangi vel í stríðinu og Rússum mistækist það bil allt. Síðast var frétta því að Rússar varu hérna óæfðir hermenn Rússa réðust fram án skotfæra og varu bara með skóflur. Já. Og svo næsta frétt var það að þeir eru unnið ykkur á borg með þessum hætti. Með skóflunum. Þannig það ekki allt. Það eru nú svolítið skrýtnar sumafréttirnar sem koma. Já, einmitt. En ég held að þetta hefur verið alveg frá byrjun að Úkrænumönnum gangi vel og það hluti önnur hlið á stríðsæsingnum, hinn að segja hvað óvinnir mikla rosalega skepnur en svo það þetta að okkur gengur vel og við getum unnið. Okkar menn geta unnið og engar aðra lyktir ásættanlegar nema fullnaðar sigur. Já, fullnaðar sigur á kjarnorkuveldinu. Reka það út af Krím og algjörlega yfir rússnesku landamærin. Þetta hins vegar áróður sem alveg kontrafaktískur. Hann stenst ekki og Úkrænmenn geta aldrei unnið þetta stríð. Og ég held að menn hafa svona menn að vísu sko ímyndið sér kannski að Rússland gæti ekki haldið þessu úti með þessum rosalegu refsiaðgerðum sem þeir voru í og svo framvegis. Þannig að með bæði á vígvellinum og líka annars það var hægt að slá þá tilbaka. En þeir staðrendin að Rússar sækja á þeir fóru inn á svo breiðum front þarna þeir héldu greinilega þá að þeir gætu eins og þeir unnu Krím á léttan hátt og eins og þeir unnu Georgíu létt þegar að stríði stóðum Abkhazíu og Ossetíu þá ímyndu þeir sér að þeir gætu held ég þvingað Úkraínu til skjótra samninga með svona breiðri innrás en þá bara voru bæði úkraínski herinn sterkari en þeir höfðu alveg búist við og svo bakmennindir fyrir vestan voru hins vegar alveg klárlega á því að Úkraínumenn ættu ekki að
semja. Mætti ekki semja. Mætti ekki semja. Þannig að þá breyttu bara Rússar taktík og drógu hérna sóknina meira saman á ákveðin svæði en út frá þeim nýju forsendum þá sækja þeir bara fram og þeir verða ekkit stöðvaðir á vígvellinum af Úkraínu. Ekki í náinni framtíð en það segja bandarískir hersöngja það að þetta stríð mun verða í mörg ár. Já, það er líka meiningin, það er hérna hjá strategistunum þá er verkefni þessa stríðs er að taka Rússum blóð, veikja þá, festa þá í dýi. Þetta er svona Vietnam-syndrómið að þetta verði alveg eins og Sýrland og Afganistan á sínum tíma að verða þeim hérna dý og sem þeir festis í það gjúr þeim kraftinn. Og það sé þá frá sjónarhóli Bandaríkjanna sé markmið stríðsins að veikja Rússland svo að það geti ekki hvernig myndu stórveldin hugsa það, ná vopnum sínum og byggja upp stöðu þar sem að þau gætu seinna meir orðið ógn við Bandaríkin. Já, einmitt. Já. Þá er það eftir punkt nummer 6. Alþjóðasamfélagið er sameinað gegn Rússum í þessu og það þá höfum Evrópu, þá höfum Bandaríkin og Kanada og Ástralíu og Nýja-Sjáland. Það er rétt og Japan. Og Japan, já. Kannski Suður-Kóreu. Þannig að þetta það sýnir sig að þau lönd sem eru til í að fara í aðgerði gegn Rússum, að taka þátt raunverulega í stríðinu gegn Rússum, annarkvæmt með því að senda vopn til Úkraínu eða taka þátt í efnahagsaðgerðunum, það er fyrst og fremst NATO. Og þessi lönd þarna í viðbót, 5 lönd í viðbót. Tryggustu bandamenn Bandaríkjanna. Já. Og þetta verður bara skýrara og skýrara og nýlega voru 2 greinar, miklar greinar bæði í New York Times og í Washington Post sem gengu út á þetta. Að hugmyndinu að þetta myndi verða til að einangra Rússland, það bara gerist alls ekki. Og hinn hnattræna suður heldur bara áfram sínum samskiptum við Rússland. Hversu ekki til að taka afstöðu með Bandaríkjunum í þessari deilu? Nei, þeir gera það ekki og þau telja líka að þessar efnahagsrefsi aðgerðir að þær séu bara mjög skaðlegar fyrir efnahag, fyrir heimsefnahagskerfið. Þess sem að beitir þeim eins og orkukreppan í Evrópu sýnir og hefur ekki myndi geta leitt til bara hryllilegrar hækkunum matarverðs og ráfnisverð í suðrinu, hungurs, það er hættulegt fyrir suðrið að taka þátt í þessu. Já, einmitt. Herðu, en við Íslendingar erum í NATO. Já. Þú nefndir 1950 þegar þú fæddist að þá var andstaða við veru Íslands í NATO. Já. En nú hefur ýmislegt breyst út af þessu stríði, meðal annars hafa Svíar og Finnar gengið í NATO sem að kannski við hefum ekki getað spáð fyrir 2 árum. Hefum setið hér. Það gerðist. Nei, við gátum það ekki og þetta réði þetta úrslitum að þau gerðu það en þau voru nú samt komnir býsna langt. Þau voru komnir í eitthvað sem þau kalla samstarfsaðild og aukna samstarfsaðild og með heilmiklum heræfingum, meira segja bæði í Svíþjóð og Finnlandi með NATO fyrir áður en að Rússar réðust inn í Úkraínu.
Þannig að þetta svona reið bakamunin. En auðvitað hefði þetta gríðarleg sálfræðileg áhrif í allri Evrópu það og ekki síst eins og á þetta spilað. Enda alvarlegur atburður. Þetta mjög alvarlegur atburður. Í Evrópu. En þetta hefur mjög mikil áhrif upp á Íslandi eins og þú segir að frá því að vera mjög umdeilt við skulum segja bara NATO þá eiginlega enginn sem að snýst gegn pólitík NATO sko. Þeir kannski segjast vera á móti aðildinni að NATO en í hverju pólitísku máli þá styður þeir stefnu NATO. Það að segja íslenski stjórnmálamenn. Það þú kannski að vísa sérstaklega til VFG sem eini flokkurinn sem á móti NATO inn á þingi. Ég meina, Katrín Jakobsdóttir fer nú reglulega til á fundi NATO sem að forystumenn íslenskra vinstrimanna hafa aldrei áður gert og afstaða þessarar íslensku ríkisstjórnar til Úkraínustríðsins algjörlega fumlaus stuðningu við NATO-línuna og aukna hernaðaruppbyggingu í Evrópu. Já. Það er eiginlega lína, það öll ríki að auka hernaðaruppbyggingu sína og það krafan 2% af landsframleiðslu. Já. Sem að Íslendingar standa einhvern veginn trú að sé aldrei verið að meina Íslendinga þegar þetta nefnt sem að ég meina ef framferð sem horfir þá fellur náttúrulega svo vörn og það verður gert krafa okkur að við tökum 2% af landsframleiðslu og kaupum fyrir það vopn. Já, ekki svona menn að ég vil að tala um það að stofna hinn íslenska her ekki setni vel inn í það en það hefur nú hafnað af ráðamönnum þetta var nú bara gamall áhugamaður uppbyggingu hernaðar sem að sagði þetta já, ég veit ekki hvað utanríkisráðurinn hefur verið mjög hvað við að segja, herskár og talað skyldur Íslendinga til þess að taka þátt í uppbyggingu varna NATO ekki með því að stofna einn her heldur með því að gera eitthvað annað sem að þarf en svo líklega í framhaldinu bara með fjárútlátum til stuðnings hernaðaruppbyggingu Evrópu. Já, það náttúrulega nú þegar orðin heilmikil fjárútlát til stríðsins í Úkraínu og utanríkisráðherrann sagði á fundi í Noregi bara fyrir 3 vikum eða svo. Hún sagði eitthvað sem svo eina leiðin fyrir okkur til að koma á friði, til að gildin sem að við byggjum á haldi, til að það sé hægt, þá verður Úkraína að vinna. Og hún hlýtur fyrst og næst að meina á vígvellinum. Þannig að þetta hinn íslenska stefna og ekki hefur VFG sett sig neitt sérstaklega á móti þessu í ríkisstjórn. Þannig að þetta okkar stefna að leiðin sé náttúrulega styrking á NATO og að Úkraína vinni stríðið á vígvellinu. Og þar sem að það mun taka mörg ár ef það er mögulegt að þá munum við sjá aukna hernaðar uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli og við munum sjá aukin útgjöld íslenska ríkisins til varnarmála og hernaðar. 2% af landsframleiðslu einn landsspítali á ári. Já, einmitt. Og við fyrir Úkraínustríði þá vorum við að verja til eitthvað sem var hægt að flokka sem varnarmál svona 6 milljarðar en núna í dag þetta 75 til 80 milljarðar sem að NATO fer fram á önnur lönd verja til varnarmála. Þannig þetta er varanleg breyting á íslenska ríkinu. Já. Ég nefni þetta bara því að við vorum að tala áðan að það eiginlega ekkert rætt þessa hluti. Þetta bara, það einhver ein lína sem að gildir. En það ekki verið að ræða það sko hvað merkingu þetta hefur. Það náttúrulega líka sko áður en að þessi innrás koma þá alveg mjög greinileg þróunarstefna sko að varnar hvað þetta
varnarsvæðið á Keflavíkurflugvelli, að það viðvera herliðs breyttist smá saman frá því að vera bara endrum og eins í það að vera raunverulega viðvarandi herlið og oft bara mjög margt þegar einhverjar æfingar eru, bara loftrýmis gæslanum framvegis. Þannig að þetta smám saman að breytast í varanlega herstöð og það var ekki og það var þróun sem að byrjuð talsveit áður en að innrásin varð í Úkraínu og flotaæfingar reglulegar við Ísland og svo talað þetta í Finnafirði og þar talað það sem varnarsvæði. Það segja ómögulega að byggja upp stöð þar, einhvers konar flotastöð og svo framvegis. Þannig að þetta á ýmsum sviðum sem að þessi uppbygging fer fram. Síðustu öld að þá var afstaða herstöðanstæðinga og þeirra sem að voru á móti aðild Íslands að NATO var sumuleyti að fólk vildi ekki verða takknýtingur heimsvaldastefnu Bandaríkjanna en það voru kannski oftar haldið að lofti þeim rökum að herstöðin á Miðnesheiði og vera okkar í NATO myndi ekki gera okkur öruggari heldur ég fyrir þetta á móti. Það geti frekar dregið stríð hingað heldur en ekki. Er þetta afstaða sem gild í dag? Já. Og hún gild Ísland og hún gild almennt að NATO sé lausn í Austur-Evrópu. Hún lausn mála að færa NATO upp að landamenn Rússlands þegar Rússar eru búin að hafa lagt niður Varsjárbandalagið. Við bara sjáum það bara blasir afskaplega skýrt við að það er ekkit friðvænlegra af því að NATO færi sig út allt og byggja upp sína starfsemi. Uppbygging hernaðarbandalags eykur hættuna úr stríði. Núna NATO komið með 4 nýja herflugvelli í Noregi. Það held ég ekki ger ekki friðvænlega gagnvart nágrannum í austri eða innganga Finna og Svía. Ég meina, Úkraína þá eintalega dæmi víti sem til að varast skildi maður halda. En Ísland bergmálshellir eins og þú sagðir áðan, þar sem að stefna stjórnvalda ómar. Það ekki gott fyrir þig og aðra herstöðanstæðinga og NATO-anstæðinga að tala gegn NATO í miðjum stríðsæsingnum? Nei, menn fá náttúrulega í fyrsta lagi þá eru menn nú bara takkaðir sko. En sérstaklega eru þeir mobbaðir sem pútinistar og þannig að það svolítið erfitt að tala sínu máli. Ég myndir ekki að geta sagt mjög erfitt því að það ekki menn ekki endilega að leita að einhverju sameiginlegri lausn sko. Þetta eins og ég segi þetta stríðs ástand sem að við erum inn í bergmálshellinum. Það náttúrulega að stríðsæsingin að veruleyti sálfræðileg og það stór hluti af stríðsrekstrinum að það náttúrulega áróðurinn. Stríðvæðing hugafarsins. Já. Við erum þar, við erum bara í stríði að því leyti. Það stríðsæsingurinn þannig og þeir sem vilja andmæla opinberri stefnu að þeir eru stimplaði sem stuðningsmenn andstæðingsins. Við lifum í þannig ástandi. Já. Hvernig má ég spyrja þig að því að þú nú sósíalisti, róttækur, varst í frambóði fyrir alþýðufylkinguna.
Hvernig finnst þér það að vera klínt upp við Pútín sem nú fyrirverandi bandalagsmaður Sjálfstæðisflokksins, hægri maður, og verður seint þetta flokkan sem bandamann sósíalista? Finnst þér þetta ómaglegt að vera? Já, það er það náttúrulega. Við Pútín erum ekki pólitískir sálufélagar. Og ég tel að rússneska þjóðin þurfa að losa sig við Pútín og gera sína sósíalísku byltingu aftur. Pútín hins vegar fyrst og fremst rússneskur þjóðerni sinni sem að hefur á margan hátt verið komið þjóðinni áfram. Hann svona kom hömlum á ólígarkana sem eru hans menn en hann kom þeim í þá stöðu að þeir skipta sér ekki og mikið af pólitík. Ég held að þessi munurinn til mikil munurinn á Úkraínu og Rússlandi. Í Úkraínu þá ráða þeir beinlínis en í Rússlandi þá láta það nægja að vera í efnahagslífinu og láta Pútín og hans mennum að stjórna. En allavega að, eins og ég segi, pútínisti ég ekki og ég held að Rússar þurfa að losa sig við Pútín en þetta þarna er geopólitík og þar er Pútín í annars konar hlutverki. Ég held ekki hans í Hitler. Má ég spyrja öðru, upplifur að Úkraínumenn séu að berjast fyrir þínu frelsi og þínum lífsgildum? Mínum? Það er það sem þú varst að vitna í utanríkisráðherra sem sagði þetta, þannig að væri fram orrust af okkar gildi. Já, þeir Úkraínumenn eru fyrirmynd fyrir lýðræðis þjóðir og svo framvegis og við þurfum bara að láta það hafa. En nei, ég held að Úkraína sé, það er þetta er spillt land, það er kuvera einna mest spilling á ýmsa mælikvarða í Úkraínu og úkraínsk þjóðernisstefna hefur alveg frá seinna stríði verið mjög blönduð öfgahægri og var það í stríðinu og síðan. Þannig að síðan hafa þeir núna í seinni tíð þá hefur Zelenski bannað eiginlega alla aðra flokka en sinn, alla vinstri flokka og þannig að og friðarhreyfingar og svo má segja að svona meginstefnan í þeirra pólitík hið andrússneska. Það er svona það sem að er límið í þeirra pólitík. Þannig að það held ég sé ekki uppbyggilegt. Er þetta flokka það sem okkar gildi? Já, og það er kannski svolítið minnast aðeins á það að hér núna er merkileg tillaga í gangi, þingsályktunar tillaga sem að ég held að sé nú bara í einhvers konar kynningu í dag það að hungursneyðin í Úkraínu 1933 hafi verið skipulögt þjóðarmál. Þetta ég held að verið samþykkt á þinginu í síðustu viku, ekki? Var þetta ekki afgreitt á að afgreiða núna í dag? Já.
Nei, ég held að hún sé nú ekki afgreitt en mér finnst þetta Diljá Mist eiginlega alveg Diljá Mist þingkona Sjálfstæðisflokksins leggur þetta fram en það er úr öllum flokkum og þar á meðal Bjarni Jónsson formaður utanríkisnefndar úr VG og að þetta er nú í fyrsta lagi þá er þetta furðuleg söguskýring að þeir hafi gert þetta vitandi til þess að slá niður úkraínska þjóðernishreyfingu. Ekki líklegt til þess að slá hana niður. Að beita hungrinu og í öðru lagi þá er þetta náttúrulega ég öfenda ekki íslenska þingmenn að fara að taka afstöðu til þessa og þurfa að kynna sér á enga stöðu held ég til að kynna sér svona sögulega spurningu en er þetta í liðurinn í því að skrimslavæða andstæðingin? Nei, það er mitt það er ekkit, þetta hefur engan annan tilgang en að vekja upp and rússahattur ég get ekki séð neitt annað í því uppbyggilegt. Herðu Þórarinn, kæra þakki fyrir að koma hingað að Rauðaborðinu og ræða stríðsvæðingu NATO á þessum, ég segi ekki fordómalösu tímum en aukvænlegum tímum sem við lifum á. Gaman að fá því, komdu hérna bara næstur og kemur í bæinn og góða ferð norður. Þakka þér fyrir.